Yfirskriftin í dag, það sem ég vildi tala við ykkur, það trú þín hefur læknað þig. Það komið tími til að sjá á ný. Og mér langar til að byrja því að fara í Markús. Markús í 10. kafla og það stendur svo, amen. Þeir komið til Jerikó og þegar Jesú fór úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, satar við veginn Bartimeus, sonur Tímóteusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesú frá Nasaret, tók hann að hrópa. Hann sagði, sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann þegði, en hann hrópaði því meir, sonur Davís, miskunna þú mér. Hvað gerði Jesús? Jesú nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blinda mannin og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Og Jesú spurði hann, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesú sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Ég var oft hugleitt guðfræðilegu kenninguna trú og framkvæmd. Biblían nefnilega kennir að trúin, hún dauð án verka. Þannig að með trú, þá kemur eðlilega ákveðin verk. Það það sem að gerist. Trúin nefnilega dauð án verka. Og við vitum það hvað Biblían kennir okkur, að við að fara vel með allar gjafir Guðs. Við að fara vel með því sem okkur treyst fyrir börnunum okkar. En við að gera meira en það, við að fara vel með tíma okkar. Við að fara vel með fjármun okkar. En það sem að gleymist stundum, að við að fara vel með okkur. Við að fara vel með okkur sjálf. Ekki bara það sem fyrir utan, heldur það sem fyrir innan. Og Biblían talar mjög sérstaklega það, að við eigum öll ákveðna talentur. Og margir spyrja talentur, sérstakt orðalag. Þýðir í rauninni það, að öllum gefin einhver hæfileiki, sem að Guð þráir að sjá blómstra í líf okkar. Hæfileiki, geta eða eitthvað slíkt. Og við eigum að margfalda þennan hæfileika. Við eigum að gera sem mest úr þeim hæfileikum sem að Guð hefur gefið okkur. Og við sjáum þetta svolítið eins og hér á samkomum. Þá erum við aldeilis með fólk með hæfileika talentur sem að stígur hér upp og syngur og spila fyrir okkur og ofboðslega fært tónlistafólk og söngfólk og tónlistafólk söngfólk. En það kemur hér og syngur og spilar fyrir okkur. Og það svo augljósir hæfileikar, talentur. En vinir, talenturnar ekki bara hér. Það talentur innan með öllu fólki, hæfileiki sem að Guð þráir að sjá margfaldast og að þú notir honum til dýrðar. Hæfileikar sem öllum gefnir. Ef við nýtum ekki hæfileikan, þá það svolítið eins og segir við Guð, veistu að Drottinn, þú gerði mistök. Þú hefðir átt að gefa ykkur öðrum minn hæfileika. Og oft á tíðum það þannig að fólk bara með möguleikan fyrir fram að það stígur aldrei inn í það sem það raunverulega gæti verið að gera. Það nýtir ekki hæfileikan sinn. Og það getur verið margar ástæður fyrir því. En allt sem að Guð gerir hann með tilgangi. Allar kringumstæður sem við lendum í ekki bara eitthvað. Biblían kennir að hann getur látið allar kringumstæður samverka okkur til góðs. Og hvað þýðir það að allar kringumstæður geta samverka okkur til góðs? Kringumstæðurnar geta breytt vegferð okkar.
Það geta breytt í hvert við förum hverju sinni. En það geta gert meir en það. Það geta breytt okkur. Og oft notar Guð kringustæður, góðar og erfiðar, til þess að breyta ákveðnum hlutum í okkar lífi. Og mér langar að nefna það, að það er gríðarlega mikilvægt að hafa kærleika bera, en líka samkennd. Samkennd kemur ekki með nokkrum öðrum hætti en í gegnum erfiða kringumstæður. Við getum ekki sett okkur í spor annars fólks nema að hafa gengið götuna líka. Það er bara þannig. Þannig að allar kringumstæður eru ætlaðar til þess að við getum nýtt okkar talentur. Breyta okkur sem manneskjum, á eiga byggja okkur upp að taka næsta skref og lifa því lífi sem að Guð hefur ákvarðað fyrir okkur. Og hann er með stórkostlegt plan fyrir okkur. Það segir að hann hefur áætlun til heilla en ekki til óhamingju, að veita okkur vonaríka framtíð. Það er áætlun Guðs inn í okkar lífi. Hvað gerist ef við nýtum ekki hæfileika okkar? Veröldin, ef við nýtum ekki hæfileika okkar, verður fátækari. Verkið sem á að vinnast með þér og mér getur kannski orðið flóknari fyrir framtíðar kynslóðir. Það er nefnilega ótrúlega mikilvægt, vinir, að hver og einn glími við sinn Gólíat. Það er enginn sem á að glíma við þinn Gólíat annar en þú. Enginn sem að glíma við minn Gólíat annar en ég. Talentur okkar geta nýst í skóla. Það geta nýst sem foreldrar. Talentur okkar geta nýst í vinnunni okkar. Geta nýst hérna á sviðinu. En við getum aldrei gengið með hangandi hendi og nýtt talentur okkar bara pínulítið og gengið inn í köllun okkar. Við þurfum að nýta hæfileika okkar í botn til þess að ganga inn í köllun okkar. Því að það er munur á því að vera og að yfirblífa, eins og ritningin kennir. Það er munur á því að ganga inn í köllun okkar eða lifa lífi sem er líf meðalmennskunar. Margir kjósa að fara þá leið, lifi bara eftir straumnum. En hvað er það sem skilur á milli þessa tveggja? Af hverju er það að sumir virðast ganga inn í köllun sína og ganga fram og vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera í lífinu, svo er aðrir sem einhvern veginn sigla bara með sjónum, með vatninu, hvert sem að vatnið leiðir þá. Hvað er það? Sem sigla með straumnum, rétt. Hvað skilur á milli? Og ég hef oft spáð í þessu. Hvað skilur á milli þeirra sem að ganga inn í köllun sína og upplifa djúpan tilgang með lífinu og þeirra sem fljóta bara með? Og það kom fram í einu lagi á þann. Ég skal bara segja ykkur hvað það er. Það er hugrekki. Öflugustu verkefnin sem við sjáum í ritningunum kom í gegnum fólk sem var ekki endilega klárast í heimi, en það bjó yfir hugrekki. Verkin þurfa ekki endilega að vera flókin, þau þurfa ekki endilega að vera, en við þurfum að geta gripið þau tækifæri sem að Guð setur í veg okkar. Þegar Jósúa tók við að Móse á sínu tíma sem leiðtogi líðsdrottins, að þá gaf Guð honum ekki áætlun það hvernig hann ætti að afla sér meiri visku. Hann sýndi honum ekki hvernig hann ætti að ganga inn í smurningu eða hvernig hann átti að athafast með nokkur móti. Það sem að Guð kenndi Jósúa og lagði áherslu á aftur og aftur var hugrekki. Þau gætu aldrei farið inn í Kanansland og tekið landið nema ef hann væri sterkur og hugrakkur.
Guð lagði áherslu á það aftur og aftur og aftur og aftur. Við sjáum þetta á ný með Davíð konung. Við sjáum þetta og við þekkjum öll sögun Gólíat. Davíð var svo sannarlega ekki með mestu herrkænskuna sem uppi var á þeim tíma. Það eina sem hann kunni var að vera úti með sauðunum, að gæta sauðana, og hann kunni á slönguna, og hann hafði barist við ljón og ýmislegt sem hafði komið og ógna hjörðinni. En vinir, það sem að Davíð átti, var þetta traust á Guði og hugrekki. Og ég hef oft hugsað til þess, hvað hefði gerst ef að Davíð hefði ekki búið yfir þessu hugrekki? Hvernig hefði sagan endað þá? Og vinir, aftur, Davíð hafði ekki mestu herrkænskuna, en hann heyrði röddu Guðs og hann vissi að Guð myndi gefa honum sigur. Og þessi vissa og þessi sannfæring í hjartað eitthvað sem við þurfum að eignast. Ég trúi því á þessum tíma sem við lifum á, þá þurfum við miklu meira af hugrekki. Við þurfum að grípa gæsina þegar hún gefst. Við þurfum að ganga inn í það sem við eigum að vera að ganga inn í og láta ekkert stoppa okkur. Það opinn himinn. Það svo sannarlega mikið búið að gerast í heiminu í dag sem að orsaka það að við höfum þurft að endurmeta og við höfum jafnvel þurft að stíga tilbaka. En nú stöndum við frammi fyrir því að taka landið, að upplifa þetta hugrekki og ganga fram því að Guð hefur talað. X-faktorinn hugrekki. Og ég man fyrir áramótina þá vorum við, ég og maður minn, við vorum að keyra bílnum hérna einhvers staðar í Hafnarfirði og ég segi við hann, veistu alveg, ég finn eins og Guð, ég ætla að biðja Guð meira hugrekki á komandi ári. Getan fyrir hugrekki, hún oft minnka með árunum. Okkur fyrir að líða vel í okkar eigin þægindaramma. En vinni trúin birtist svo oft í hugrekki. Hugrekki við það að neita að vera í status quo, neita að búa í óheilbrigðum aðstæðum til að mynda. Neita að sjá hlutina eins og þeir eru, vitið það, bylting hefur með hugrekki að gera. Og hugsa ykkur Martin Luther King eða allt þetta fólk í gegnum tíðina, hugsa ykkur hugrekki sem að hefur borið í brjósti, sem hefur breytt heiminum. Og hefðu þeir ekki gert það, vinir, hvernig væri sagan okkar þá? Sjáðu Martin Luther King, hann segir, það á ekki að vera þessi skipting á milli svartra og hvítra. Það eitthvað óréttlæti í gangi og það verður einhver, vinir, það verður einhver að stíga fram fyrir fólk og segja hingað ekki lengra. Og kirkjan og kirkjuna fólk, vinir, við eigum að vera þar fremst í flokki. Við eigum að standa með réttlætinu og við eigum að koma gegn óréttlæti. Við eigum að huga þeim sem eru brotnir og meiddir. Og við eigum að sýna hugrekki, vinir. Kirkjan þarf að sýna hugrekki. Má ég heyra amen? Af öllum þessum sem ég búin að vera að tala Jóse, Móse, Martin Luther King og öllum þeim, þá einn einstaklingur í sögunni sem að sýndi hvað mest hugrekki. Hann heitir Jesús. Og vitið það, hann sýndir hugrekki þegar hann fór upp á krossinn og breitt út arma sína fyrir þig og mig. Hann sýndi hugrekki ekki bara í lífi, heldur líka í dauða sínum. Því hann vissi, vinir, að Guð myndi reisa hann upp frá dauðum. Hann vissi það, vinir, að Faðir hans á himnum myndi brjóta brott dauðans. Og þess vegna meðal annars
syrgjum við ekki eins og kannski margir aðrir, því að við vitum að það er von. Við vitum að það er von fyrir þá sem fara frá okkur á þessari jörð. Þeir eru að fara inn í eitthvað sem er bara stórkostlegt. Það er von. En vinir, við eigum ekki bara að líkjast Jesú hvað varðar það að vera full af kærleika, að vera full af tilgangi. Við eigum ekki bara að líkjast Jesú með því að gera það sem að Jesú gerði. Við þurfum líka að líkjast trú Jesú. Þessari djúpu trú að alveg sama hvernig allt fer, alveg sama hvað gerist, í lífi eða dauða, þá treystum við Guði. Hann mun nefnilega vel fyrir sjá. Amen, má ég heyra amen. Þannig að hvað gerði hann á krossunum, og við sjáum þetta svo vel þegar við horfum bara í huga hvernig hann hékk á krossunum. Hann var teygður. Hann var teygður fyrir okkur, hann var brotinn fyrir okkur. Og vitið það, hugrekki og trú oft á tíðum teygir okkur. Hún teygir okkur til að gera hið ómögulega. Að vera ekki bara fast í okkar eigin hugsunum og jafnvel okkar eigin hugsanavillu. Biblían nefnilega kennir okkur að við verðum að endurnýja hugsun okkar. Og hvernig endurnýjum við hugsun okkar? Við forritum hann bara upp á nýtt. Dauði og líf er á tungunarvaldi, kennir ritningin. Og vinni, það er svo mikilvægt að þegar við erum að gangi í gegnum kringustæður að við tölum inn í okkur líf og blessun og möguleika. Jafnvel þóttu við sjáum það ekki í hinu ytra. Kraftaverkin, þegar Jesú gekk gerðust út af því að fólki trúði. Trúin fæddi fram hugrekki. Þegar trú mætir á svæðið, þá mætir hún oft eins og hugrekki. Við sjáum þetta í þessum versum sem vorum að lesa, að blindi Bartimeus hafði kjark og hugrekki til þess að hrópa á Jesú. Hugrekkið er það sem að snerti við drottni. Trúin er hugrekki. Og meiri segja, þegar fólki fór að sussa á hann og segja hann ekki hrópa, ekki gera það á fífli, ekki gera þetta. Hvað gerði hann? Hann hrópaði bara hærra. Og vinir, þegar við förum að hrópa á drottin, þá getur drottin ekki annað en staðnað og beitt athygli sinni að okkur. Það er það sem gerist. Og vinir, hugrekkið framkallar kraftaverkið. Og ef að þú þarf kraftaverkir í dag, þá hvet ég þig til að stíga fram og taka við hendi drottins. Því hann er hér og hann vill finna þig. En rétt eins og með blinda Bartimeus, hann hrópaði. Og svo hrópaði hann aftur. Og í Mattheus 25 í versi 4 að þá er himnaríki, og Jesús er að segja dæmisögu, hann líkir himnaríki líkir himnaríki við ég ætla bara að lesa þetta. Í Mattheus 25:4 svo er himnaríki sem er mann sem ætla úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1. Hverjum eftir hefni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær, græddi aðrar 5. Eins gerði sá sem fékk 2 talentur. Hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda hans í jörð og faldi það. Og við hugsum með þessa dæmisögu fallegt. Jesús að segja dæmisögu með himnaríki og hvernig það virkar. Og hann talar húsbónda sem að gefur þjónum sínum talentur. Hann gefur þeim fé og hann biður þeim að fara og ávaxta fé sitt. En við skiljum í rauninni ekki í hvað samhengi Jesús er að segja þetta. Á þessum tíma
Þegar Jesús sagði þessa dæmisögu, það var algjörlega óhugsandi að húsbóndi myndi gefa þjónum sínu fé. Og margir, það talað það í ritninguna, margir undruðust þegar Jesús var að segja dæmisögur. Út að það var svo allt öðruvísi en þjóðfélagið þeirra var. Og vinir, þegar við skoðum þessa dæmisögu, þá sjáum við þessa einstaklinga, þessa þjóna. Og vitið það, við hér í dag, við erum þrælar þess sem við byggjum ósigur fyrir. Mörg hver fæðumst inn í ákveðið hlutskipti. Sumir fæðast inn í hlutskipti þar sem að það til lítið af peningum eða einhver skortur, aðrir fæðast inn í kannski óheilbrigðar aðstæður. Í fíkni umhverfi eða eitthvað því líkt. Og það sem að gerist, vinir, að þegar við fæðumst inn í svona aðstæður eða eitthvað hendir okkur á lífsleiðinni, þá verðum við stundu þrælar þess sem að við bíðum ósigur fyrir. Biblían talar þetta með þeim hætti. Og hvað meina ég með því? Við getum jafnvel gengið í gegnum áföll á okkar yngri árum. Við getum gengið í gegnum áföll ef við erum orðin fullorðin. Og oft á tíðum þá setjast vonbrigði eða eitthvað að í okkar hjarta. Við könnumst öll við það. Sársauki, vondar tilfinningar, hlutir sem eru óuppgerðir. Gæti verið eitthvað tengt fjölskyldu okkar. Gæti verið eitthvað tengt vinum okkar. Gæti verið tengt foreldrum okkar eða systkinum okkar eða mökum okkar eða hvað það kann að heita. Og vinir, allir í þessu lífi fari í gegnum þannig áskoranir. Það hlut af lífinu. En vinir, það sem að Drottinn að segja að við þurfum að brjóta af okkur það sem heldur okkur sem þjónum. Hann að segja, ég meistarinn, ég sá sem að gef talenturnar og ég segi við ykkur, ekki láta neitt stoppa ykkur í því að margfalda það sem að ég hef gefið ykkur. Og til þess að margfalda, vinir, og hlustið núna vel, þá þurfum við að segja skili við vonbrigði. Við þurfum að læra að fyrirgefa. Við þurfum að læra að sleppa tökunum. Og vitið það, ég ekki að segja að það sé eitthvað einfalt mál og fyrirgefning snýst ekkert það að við samþykjum eitthvað verknað. Og ég vil að þið hlusti vel. Fyrirgefning hefur ekki með það að gera. Fyrirgefning hefur ekki með það að gera við erum endalaust í einhverjum óheilbrigðum aðstæðum. Alls ekki. Fyrirgefning hefur með það að gera við leysum okkur sjálf úr fangelsi, dauða, vonbrigða, vondra tilfinninga. Því hann að segja, hann að lýsa himnaríki sem einstaklingur sem hafa verið í helsi en fá frelsi. Og það á við okkur öll, vinir. Og þér og mér ætlað að margfalda þær hæfileika og þær talentur sem að Guð hefur gefið okkur. En til þess að gera það, vinir, þá þarf hugrekki. Trú og hugrekki fara hönd í hönd. Og vinir, allt of margir sem að gangi í gegnum lífið og upplifa einhvers konar særindi í hjartað, staðina, festast og verða þrælar þess sem þið biðja ósigur fyrir. Og látið mig þekkja það, ég verið með í hjartanu óuppgerð mál gagnvart, fólki, látið mig þekkja það. Kannast við það. Been there, done that. En vinir, mitt helsta lán í lífinu að geta sleppt tökunum og haldið áfram. Það það sem að Guð að meina hér.
Og ég ekki að segja það að við eigum ekki að syrgja þegar við eigum að syrgja, að við eigum aldrei að upplifa slæma tilfinningar. Ég ekki að segja það. Það fullkomlega eðlilegt. En minnir, þegar við leifum reiðinni eða vonbrigðunum að setjast að í okkar hjarta og grafa rætur og byggja jafnvel hús yfir vonbrigðin, því að það sem fólk gerir, þá eitrið, já, að byggja jafnvel hallir, byggja viðbyggingu og þið veitir hvað ég að meina. En þá komist við aldrei á þann stað þar sem að trúin, hugrekkið og það sem að Guð að segja, sá sem að margfalda mest talentu sínar sá sem að sýnir mest hugrekki. Hugrekki að stíga út úr óeðlilegum aðstæðum. Og vitið það þarf hugrekki. Og það nefnilega svo skrítið með óheilbrigðar aðstæður. Við verðum svo samdaunað þeim. Fyrir að vera öryggi okkar. Við þekkjum það. Við erum vön því að vera full af vonbrigðum. Og ég var að tala við vinkonu mín í gær. Á þess að nefna hann á nafni en ég að horfa á hana núna. Þannig ég fara aðeins inn í það. Sko, þið munið eftir Sálmi 23. Hann segir, Drottin minn heyrið, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundin lætur hann mig hvílast. Hann leiði mig á vötnu þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína. Svo stendur, jafnvel þó ég fari gegnum dimman dal, þá óttast ég ekkert illt. Af hverju? Því að sproti hans og stafur, hann huggar mig. En vitið það, tilgangur Guðs aldrei að við byggjum hús í dalnum. Við eigum ekki að búa í dalnum, við eigum að búa á grænum grundum. Og vitið það þarf hugrekki til að leyfa sér það. Það þarf hugrekki til að leyfa sér það að stíga út úr vonbrigðum, sársauka, vondum, þið vitið, tilfinningum og þetta allt saman, það þarf hugrekki. Trúin nefnilega mætir á svæði sem hugrekki. Gleymum því ekki. Og vinir, í dag þá trúi ég því að Guð vilji sjá kirkju sína rísa upp í hugrekki. Hvernig getum við verið farvegur fyrir blessun Guðs nema við leifum kærleika hans að ryðja úr vegi öllum hindrunum. Að við ávöxtum það sem að Guð hefur gefið okkur. Og vinir, að sjálfsögðu að kvöldi gistur og skrátur, en það gleðisöngur á morgni. Og ég var að mynda að tala við vinkonu mín í gær, þannig ég vísa aftur í það. Og vandinn þegar við erum búin að fara í gegnum dimman dal, þá förum við svolítið að vænta erfiðleika. Við jafnvel okkur finnst, þegar blessun, okkur finnst það bara skrítið þegar blessun hendir okkur. Og við fáum það sem ég kalla, þetta ekki biblíulegt, en ég kalla það fátæktra hugafar. Og við þurfum að passa okkur á því að Guð vill að við séum blessun. Guð þráir að leiða okkur út úr fjötrum. Að við séum ekki þjónar, að við séum að ávaxta það fé. Að við séum að gera okkar allra besta í lífinu. Hann vill að þú sett besta útgáfan af þér. Hann vill það. Og mér langar líka að færa ykkur alveg frábæra fréttir. Hann elskar þig og hann styður þig í því. Hann styður þig í því að vera besta útgáfan af þér. Og málið það að hann þráir að lækna okkur. Hann þráir að gefa okkur lausn og frelsi og frið. Jafnvel mitt í stormi. Hann þráir það. En vinir, það þarf hugrekki. Það þarf hugrekki. Við þurfum að endurnýja hugsun okkar. Og Biblían nefnilega talar að við að deyja sjálfum okkur. Og hvað þýðir það? Margir svona deyja sjálfum okkur. Hvað? Þú veist, og hann okkar fyrirmynd, það sem er deyjandi á krossum, og ég veit að við erum kannski ekki að fara að deyja í dag, en það sem við getum dáið vonbrigði okkar. Það okkar eigið ego. Það margir sem eiga erfitt með það. Okkar eigið ego. Stolt.
brostni draumar, plan okkar sem hefur ekki náð fram að ganga. Plan B, jafnvel plan C. Það er nefnilega málið. En vitið það, hans plan er svo miklu, miklu betri en okkar plan. Hann er með fullkominn plan. Og ef við bara treystum honum, að þá getur hann látið hluti blómgast í okkar lífi sem að við getum ekki einu sinni ímynda okkur. Þannig að við þurfum að deyja sjálfum okkur. Hafa hugrekki til þess að stíga úr viðjunum. Og hver vill ekki stíga úr viðjum hér í dag? Ég vil það. Ég vil stíga úr viðjum. En vitið það þarf hugrekki, það þarf trú. Og rétt eins og með Davíð í forðum daga, trúin hreyfi við hjarta Guðs. Og meira sem talaði að Jesú hafi farið inn í eitthvað þorp, eitthvað staðar og hann gerði engin kraftaverk. Út af því það skorti trú. Og maður getur hugsað, þar ég þá framleiða eitthvað meiri trú. Trúin er í rauninni bara væntingar gagnvart Jesú. Leið og þú væntir þess að hann muni hlutast til þín mál, þá færðu þitt kraftaverk. Það er í rauninni bara það að taka skref á móti Jesú. Trúin er nefnilega dauð án verka. Og skrefið þitt geti verið bara þetta í dag, að opna hjartað þitt og sagt við Drottinn, komdu inn. Læknaðu mig. Komdu inn, viltu koma inn í þessu vonbrigði? Viltu koma inn í minn sársauka? Viltu koma inn í brostnu draumana mína? Viltu koma inn þar sem að mitt plan fór einhvern veginn út af veginum? Og vinir, þegar við tökum skref á móti Jesú, rétt eins og Bartimeus gerði forðum daga. Hvernig steig hann fram í trú? Hann fór að hrópa á Drottinn. Og þegar samfélagið sá hann herðu, þú ert að gera það fífli, þá hrópaði hann bara hærra. Og ég skal segja ykkur í dag, vinir, ef að þú ert tilbúin að taka pínu hænu skref á móti Drottni í dag, þá mun hann aldrei skilja það eftir eitthvað starf hangandi á okkur í bjargbrún. Hann mun mæta þér. Hann mun leysa þig. Hann mun gefa þig lækningu og hann mun gefa þig nýja von. Því hann er hér og hann vil finna þig. Réttarlokum. Hann spyr hvort þú vilji vera heill. Og ég spyr í dag, viljum við vera heil? Já, amen. Viljum við vera heil? Mér langar til að biðja ykkur bara stuttastund, bara að rísa fætur. Viljum við vera heil, vinir? Og leið og við svörum þeirri spurningu, Jesús spyr aldrei spurningu nema hann viti í rauninni svarið. Hann spyr spurningu í ritningunum til þess að hjálpa okkur að sjá svarið. Lausnin er svo að taka skref á móti Jesú. Trúin birtist nefnilega sem hugrekki. Hugrekki að stíga út úr aðstæðum sínum, stíga skref á móti Jesú. Og mér langar til þess að spyrja hér í dag, er einhver sem vil taka pínu lítið trúaskref í átt að Jesú hér í dag? Má ég svo hönd á lofti? Já, amen. Það er það sem ég held. Og vitið að ég vil það líka. Ég ætla að taka trúaskref hér í dag. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Drottinn, við vitum að þú ert alfa og omega. Þú ert uppafið og þú ert endurinn og þú ert allt þar á milli. Drottinn, ég þakka þér að þú ert með áætlun til heilla. Þú ert með áætlun, Drottinn minn, sem er stærri en okkar plan, betri en okkar plan. Gjaf okkur náð til þess að stíga fram á móti þér. Opna hjart okkar í dag. Og ég tala inn í vonbrigði. Ég tala inn í sársauka. Og Drottinn, ég tala fram nýtt upphaf.
Þegar við tökum hugur ekki að stíga út úr óeðlilegum aðstæðum. Þegar við tökum ákvörðun að ávaxta pund okkar, ávaxta talenturnar og hæfileikun okkar. Harabashíak. Og Drottin, ég bið Drottin að þeir sem horfi taki ákvörðun hér í dag á móti ljósi þínu. Út úr myrkri og inn í ljós. Og Drottin, ég bið að við mættum njóta á grænum grundum. Að við mættum Drottin vera tilbúin og fulla eftirvæntingu fyrir blessunum þínum. Fyrir lífið þínu, fyrir ljósi þínu og fyrir lækningu þinni. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér og líka sem heima sitið. Og ég bið Drottin að þú gefir nýtt upphaf. Í Jesú heilaga nafni. Amen.